gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögum okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn er að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin er bauginn. Og Páll-Óskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland er ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögum okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn er að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin er bauginn. Og Páll-Óskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Nei, det var bra.
Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnir það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórnir að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin þinn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnir það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórnir að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin þinn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn.
Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögum okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn er að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir þinn. Og Pállóskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögum okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn er að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir þinn. Og Pállóskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn.
Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að... Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir þinn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að... Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir þinn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn.
Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögum okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin bauginn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögum okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin bauginn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn.
Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn er að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það komi í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem flaugir inn. Og Pállóskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn! Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn! Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn! Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn er að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það komi í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem flaugir inn. Og Pállóskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn! Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn! Engan hvítþvott fyrir
Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnir það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir þinn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnir það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir þinn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn.
Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin bauginn. Og Pállóskari bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin bauginn. Og Pállóskari bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn.
Nee, die mij wel. Fyrir þessum fundi stjórnarríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Íslandi ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun að þeirri stærðargráðu að stjórn er að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það komi í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin er bauginn. Og Pállóskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Nee, die mij wel. Fyrir þessum fundi stjórnarríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Íslandi ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun að þeirri stærðargráðu að stjórn er að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það komi í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin er bauginn. Og Pállóskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn.
Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun að þeirri stærðargráðu að stjórn er að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin er bauginn. Og Pállóskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun að þeirri stærðargráðu að stjórn er að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin er bauginn. Og Pállóskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn.
Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir þinn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir þinn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott
Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin bauginn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin bauginn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn.
Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn er að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir þinn. Og Páll-Óskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn er að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir þinn. Og Páll-Óskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir
Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnir það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom sá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir þinn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnir það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom sá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir þinn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir
Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögum okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin bauginn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögum okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin bauginn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir
Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Íslandi ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn er að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin er bauginn. Og Pállóskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Íslandi ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn er að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin er bauginn. Og Pállóskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir
Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnir það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn er að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir þinn. Og Pállóskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnir það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn er að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir þinn. Og Pállóskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn.
Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögum okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin bauginn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögum okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin bauginn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn.
Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögum okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin bauginn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögum okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin bauginn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir
Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Íslandi ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn er að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir þinn. Og Pállóskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Íslandi ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn er að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir þinn. Og Pállóskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn.
Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnir það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir þinn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnir það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir þinn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott
Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin bauginn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin bauginn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn.
Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn er að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það komi í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin er bauginn. Og Pállóskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn er að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það komi í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin er bauginn. Og Pállóskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir
Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnir það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem bauðið inn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnir það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem bauðið inn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn.
Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir þinn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir þinn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn.
Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin bauginn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin bauginn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott
Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Íslandi ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn er að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir þinn. Og Pállóskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Íslandi ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn er að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir þinn. Og Pállóskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir
Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir þinn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir þinn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn.
Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin bauginn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin bauginn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir
Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Íslandi ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn er að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir inn. Og Páll-Óskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Íslandi ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn er að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir inn. Og Páll-Óskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir
Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir þinn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir þinn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir
Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögum okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin bauginn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögum okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin bauginn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn.
Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin er bauginn. Og Pállóskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin er bauginn. Og Pállóskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn.
Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnir það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir þinn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnir það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir þinn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir
Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin bauginn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin bauginn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn.
Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögum okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun að þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin þinn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögum okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun að þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin þinn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir
Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögum okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn er að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin er bauginn. Og Pállóskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögum okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn er að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin er bauginn. Og Pállóskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn.
Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnir það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn er að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir þinn. Og Pállóskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnir það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn er að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir þinn. Og Pállóskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn.
Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögum okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin þinn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögum okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin þinn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn.
Nee, die mij wel. Fyrir þessum fundi stjórnarríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun að þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin bauginn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvíta fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Nee, die mij wel. Fyrir þessum fundi stjórnarríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun að þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin bauginn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvíta fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn.
Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Íslandi ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnir það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun að þeirri stærðargráðu að stjórnir að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir inn. Og Pállóskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn! Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn! Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn! Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Íslandi ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnir það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun að þeirri stærðargráðu að stjórnir að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem baugir inn. Og Pállóskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn! Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn! Engan hvítþvott fyrir
Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnir það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórnir að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom sá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin þinn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnir það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórnir að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom sá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin þinn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir
Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögum okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin bauginn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögum okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin bauginn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn.
Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn er að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin er bauginn. Og Pállóskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn er að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin er bauginn. Og Pállóskar er bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir
Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnir það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem bauðið þinn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnir það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin sem bauðið þinn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn.
Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögum okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin þinn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Fyrir þessu fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögum okkur í hlé meðan að staðan þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta ákvörðun sem við tókum og þetta auðvitað ákvörðun af þeirri stærðargráðu að stjórn að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Hvað vindurinn að varnar blekkingin þinn. Og Pállóskar bara rétt ókominn. Og velkomin. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir stríðsglæpamenn. Engan hvítþvott fyrir
Fyrir þessum fundi stjórnar Ríkisútvarpsins lá tillaga sem átti að koma til atkvæðagreiðslu það að framkvæmdastjórn væri falið að tilkynna EBU að Ísland ekki með í söngvakeppninni. Útvarpsstjóri hins vegar skýrði frá því að Já, ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé meðan að staðan er þessi. Og hvernig brást stjórnin við þessu? Já, þetta er ákvörðun sem við tókum og þetta er auðvitað ákvörðun að þeirri stærðagráðu að stjórn er að sjálfsögðu upplýst þá ákvörðun og ég get ekki sagt annað en að stjórnin hafi tekið þannig bara vel. Það kom í ljós að sú tillaga sem við höfum lagt fram til kynninga fyrir þennan fund, hún var óþörf. Hún kom þá ekki til atkvæða og var það bara lögð til hliðar og fer inn í fundargerð. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland.